Nú síðan líka leigusamningarnir sem við erum með. Það kannski, við þekkjum öll söguna varðandi þróun íbúðaverð. Það engin tala hækka meira í Íslandi en íbúðaverð. Meira að hækka meira en laun og meira en verðlag. Við horfum bara síðustu 10 ára, þá hefur maður rétt, þá hefur íbúðaverð hækkað 167%. Launavísitalan 115%. Neysluverðsvísitalan með einhver aðra með tölu. Það svolítið nánast skekkja. Þetta er smikið skekkja. Maður hefði haldið að íbúðaverð myndi alltaf að lokum einhverju leyti aðlaga sig launavísitölu. Já. Vegna þess að fólki sem þarf að fara í íbúðirnar, það verður að gera það af launum sínum. Nema það taki þá enn hærra hlutfall af launum til þess að standa undir íbúðakostnaði. Já, og það að breyta. Það kemur fram einhverju konu sem gerðum daginn að fyrir einhverju 20 árum þá tók 7 ára að vinna sér inn fyrir íbúð í fjölbýli, það tekur núna 9 ár. Þannig að þetta er eitthvað sem er svona trend. Þetta er líka bara að gerast í atvinnuhúsnæði. Það er punktur sem ég er að koma inn á að hérna gerist hægar þegar uppbyggingaverð íbúðarhúsnæðis hækkar, auðvitað vegna hærri launa til þess að byggja húsið, þá fer það strax inn í verðlagið. Við sjáum það bara að þegar verður dýrara að búið til íbúðir þá bara verður það dýrari í sölu strax á eftir. Þetta kemur hæga fram í atvinnuhúsnæðinu og hérna hækkun atvinnuhúsnæðis hefur setið svolítið eftir og ef við horfum bara tölur í okkur þá er meðalvirði fermetra í okkar safni kringu svona 440.000 en við vorum að kíkja á þetta daginn, það myndi kosta okkur líklega bilinu 700.000 til 800.000 að endurbyggja þessa fermetra. Út af hverju er það? Það er vegna enn og aftur misræmis í verðlagi. Við kíkjum bara tilbaka 7-15 árin, þá er neysluverðsvísitala búin að hækka 78% en byggingarvísitalan, það er kostnaður bygginga, yfir 100%. Þannig að það er svona gat þarna á milli. Byggingarkostnaður er búin að fara fram úr verðbólgunni. Það á endanum skila sér í hærra fasteigna verðið og á endanum auðvitað, það þarf ósið að stemma að við sjáum fram á það að með tímanu þá mun leiguverð í ríkara mæli taka mið af endurstofnsverði og nýju virði fasteigna. Þannig við sjáum fram á það að við náttúrulega ekki að okra okkar leigutökum, við erum með mjög sterk og... Þið finnst það að við séð þarna skekkja sem eigi eftir að leiðréttast? Hún mun automatist leiðrétta. Það mun engin byggja húsnæði ef ekki hægt að leigja það fyrir kostnaði. Og þetta mun bara gerast eins og allan úr svona dýnamið sem gerist á markaði. En þetta tekur lengri tíma vegna þess að íbúðarhúsnæði sem segir þá gerist það strax, íbúður fara að markað, hærra verðin að gera fyrra. En í atvinnuhúsnæði þá er oft þetta bundið í 10 ára leigusamningum. Þannig að eftir 10 ár þú hittir leigutakar og segir, já, heyrðu, veistu hvað, það er bara byggja þetta hús í mér að leigja, það kostar bara 50% meira en ef við tölum saman fyrir 10 árum. Og ég þarf að byggja fleiri hús með þessu hætti. Þannig að þetta kemur inn og maður sjá þetta, þannig að við erum að sjá okkar eignasafn, svona meðal líftíminn á leigusamningum okkar er kringu 6 ár og við erum að sjá svona næstu árum að þá mun verða upptikk í þessum samningu þegar við verðum að gera nýja samninga á verðlagi þess tíma. Þannig að í því teljum við að feli svona duli virði ef maður talar um það.